Framundan Eurovision og það undankeppnin hefst næstkomandi laugardag og ein af þeim sem að keppir í undankeppninni hefur nú keppt áður og hefur ansi mikla reynslu í þessu, heitir Greta Salome. Hún á línunni. Komdu sæl. Sæl og blessaður. Hvað segir þá? Það rosa gott. Það ekki? Jú. Enn og aftur Eurovision? Já. Það ekki bara gott mál? Jú, auðvitað. Þetta ekki gaman að vera í þessu? Jú, þetta nefnilega hörsku gaman. Já, mikil vinna en gaman. Já, þetta svakari vinna en mjög gefandi og mjög skemmtilegt. Já, eins og ég sagði hérna í kynningunni að þú náttúrulega búin að gera þetta áður og búin að fara fyrir okkar hönd í aðalkeppnina og þetta eitthvað sem þið langar að gera aftur? Já, eða sko... Segðu það bara. Jú, þetta var rosalega góð hugmynd í október. Já. Þegar ég sendi inn, svo núna þá þá bara svona verkefni trekk í trekk og þetta svona bara eitt á giggunum núna í febrúar. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta bara, þú veist, þetta rosalega skemmtilegt og náttúrulega bara eðlislega að fá að flytja tónlistinni sína fyrir svona margi einu og í þessu umhverfi sem að RÚV að skapa, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt. Nákvæmlega. Þetta lag sem keppir næstkomandi laugardag, Raddirnar, segðu mér aðeins frá þessu lagi. Þetta lag svona, hvað ég veit, blandar einhverju svona folk indie poppi einhverju. Já. Og fjallar í rauninni bara þessar raddir sem maður alltaf að díla við, jákvæðar og neikvæðar, hvort sem það eru manns eini eða einhvers í kringum hann og já, ég fjalla bara svolítið það. Textin svolítið óræður, þannig að maður getur svolítið svona túlkaðan eins og maður vill. Já, nákvæmlega. Þú ert með frábæra raddir með þér? Já, ég með æðislega raddir með mér. Ég með Pétur Örn, sem hefur nú gert þetta held ég oftar en allir aðrir á Íslandi. Já. Pétur Örn, Gísla Magna og Hafsteinn Þóróls og Kristján Gísla sem hefur farið út fyrir Íslandsland líka og Lilji Björk Runóls, þannig að ég í góðum höndum þannig. Já. Segðu mér eitt, kemur fiðlan eitthvað við í laginu? Nei. Hún ger það ekki þetta skipti. Hún verður bara heima að hvíla sig. Já. En þetta verður við erum að fara svolítið aðra leið með stuðsendingu heldur en svona, hvað ég segja, heldur en vanin í Eurovision, þannig að þetta verður eitthvað annað. Hvernig þá? Viltu deila því eða er þetta bara lindó? Þetta verður, hvað ég segja, þetta verður svolítið mikið, við erum að leika okkur með skugga. Já. Og erum með svona stórt tjald sem við vörpum upp sem sagt skuggagrafík sem við erum búin að taka upp bæði af mér og svo Ásgeiri Helga dansara í íslenska dansflokkinum. Og þetta svona svolítið mikil svona leikur milli skuggana og mín. Það svolítið skemmtilegt. Já, þetta skemmtilegt. Þetta eins og ég segi, þetta svolítið svona öðruvísi og okkar markmið var bara með þessu að bara búa til bara verk sem það stendur algjörlega eitt fyrir utan allt samhengi, hvort sem það Eurovision eða eitthvað annað. Já. Þannig að þetta verður skemmtilegt. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig þetta kemur út í sjó. Já, þetta verður skemmtilegt. En þetta er ekki einu lagi sem þú ert með 2 lög í undankeppninni. Er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Við ætlum að fara kannski nánar í það bara í næstu viku. En eins og það er brjálað að gera hjá þér og svo líka ertu búin að vera, sem sagt, þú varst með svona frost tónleika, eða ekki? Jú, ég var með tónleika í Hofi með symfóníuhljómsveitinni þar fyrir 2 vikum síðan. Já. Við vorum með symfóníuhljómsveitinni, vorum með 3 kóra og hreinsband og 20 dansara og ég veit ekki hvað, þannig að... Ertu eitthvað tímann heima hjá þér? Nei, aldrei. Ég leiði þess að bætti ofan í þess að törn, þá erum við kaupa okkur íbúð í Mosfellsbænum, þannig ég að flytja líka á sunnudaginn eftir. Já. Takk fyrir það og til hamingju. Já, takk fyrir. Herðin, það verður gaman og spennandi að fylgjast með þér og þínum röddum og að flytja lagið Raddir. Þetta er spennandi og ég sé bara gangið vel og ég ætla að heyra aftur í þér í næstu viku. Já, endilega. Flytjum lagið Raddirnar. Takk fyrir. Takk sem leiðis. Bless.